Já, kæru vinir. Í gær var 1. maí, það vita nú allir, og við Konni fórum og fengum okkur kaffi með öllu hinu verkafólkinu sem mætti í hljómahöllina Stapan í Keflavík til að þykja góða veitingar og hlusta eða horfa á skemmtiatriði og hlusta á ræður. Já, eins og alltaf í lokin sungið það sem að fólk kalla svona í styttingu nallan, internationalin. Ég fór að hugsa aðeins þennan texta. Framþjáðir menn í 1000 löndum sem þekkið skortsins glímutök, nú bárur frelsis brotna á ströndum, boða kúgun ragnarök. Já, og ég held að margir öldum saman hafi alltaf beðið eftir því að bárur frelsinsins myndu brotna á ströndum þeirra. Og þeir segja í næsta erindi fúnar stoðir burtu við brjótum, bræður fylgjum liði í dag. Og við munumst þess í sögunni, bara ekki svo langt síðan, að það var barist á Austurvelli og víða hefur verið barist og svo í dag barist svona í munnlegum átökum til að fá hærri laun og minni vinnu og meira kaup og allt fram eftir götunum. Og það segir hérna, við bárum fjötra en brátt nú hljótum að byggja réttlátt þjóðfélag. Og hversu mikið sem blessuð verkalýðssamtök allra þjóða hafa barist, hefur þeim þá tekist að byggja réttlátt þjóðfélag? Hvað finnst ykkur? Ekki stundum einhverju meinbugir á þessu? Það orðið réttlátara? Þið náttúrulega heyri hvert ég að fara. Ég held að án Guðs, þá byggjum við aldrei réttlátara þjóðfélag. Og þeir segja þarna þó að framtíð sé falin, grípum geirin í hönd, þeir semst vilja vopnast, því að internationalin mun tengja strönd við strönd. En það virðist aðeins tengja þá sem eru tilbúnir jafnvel að berjast með hörku, með vopnum, með látum. Og við vitum öll hérna að það leysir ekki vanda. Þeir gleyma því, þessar elskur, öldum saman, að það bara eitt vald, það eitt máttur þarna uppi sem að getur bjarga málum. Og boðað og framkvæmt virkilegt frelsi. Við fáum það ekki hér, alveg sama hvað verður barist oft launin eða barist oft réttlæti. Við vitum bara hvernig þessi heimur það vantar mjög mikið upp á réttlæti. Ég var fyrir svona frekar hallærislegri reynslu í vikunni, stutt eftir að Konni kom heim. Þá fann ég svo hræðilega lykt fram í bílskúr. Ég ætla ekki að segja, hún var svo hræðileg að það var eins og einhver með nóróveiru hefði bara mist allt frá sér þarna. Þetta var bara mjög hræðileg lykt. Og við fundum lengi vel að ekki uppsprettuna þessari lykt sem allt í einu skaut upp kollinum fram í bílskúr. En svo fannst nú sökudólgurinn. Þá hafði ég fyrir mörgum vikum síðan tekið heim með mig svona blandara eða svona vél sem býr til svona hristinga eða smoothie eins og kallað En ég hafði óvart sett líka í flítinum poka af frosnu grænmeti. Svo bara gleymdi ég því og grænmetið svona efnabreyttist hægt og rólega í vel lokuðum plastpoka, alveg bara innsiglaður. En á einhverjum tímapunkti þá sprakk þessi poki, gasi bara slapp út. Og lyktin á rotnu grænmeti eitt það versta sem þú finnur. Og sonur minn fann þennan poka og ég fór með hann út og sá þá sökudólginn hérna sprunginn ofan í og ég veit ekki hvernig ég losna alveg við lyktina innan á mótornum á vélinni minni. Ég búin að reyna aðeins að það ekki að spreyja inn í hana, þetta bara rafmagn. Svo ég hafði bara seinni tíma vandamál. En lyktin örlítið eftir og þetta fékk mig til að hugsa, vinir, þó ég hafi nú verið að tala internationalin við ykkur
Það fékk mig til að hugsa, þetta svona eins og syndin. Syndin hjá okkur mannfólkinu. Hún stundum eins og gleymdur sekkur. Hún sést ekki, hún innsiglu, hún lokuð svona af. Það sér hann enginn, tekur enginn eftir henni, en svo gís upp óþefurinn, afleiðingarnar að því að syndin að leynast þarna niðri. Og þetta eins með okkur, við látum ekkert sjást á yfirborðinu, við bara höfum flottan front eins og sagt á slæmri íslensku og látum ekki á neinu bera. En það þessi synd, það þessi lykt, það þessi þetta innra sem að grassera, það reiði, það getur verið beiskja. Ég verð mikið vör við það hjá ungu fólki sem að standa í uppgjöri á skilnaðarbúi. Það þessi beiskja og reiði og það þessi óþefur inn í mannlífinu. Datt þetta í hug þegar að póka skömmin sprakk þarna fram í bílskúr og myndi mig á syndina, hún svo dulin. Takk ykkur fyrir.